Þetta Önundarfjörður innanverður og hér hefum við að stikla 3 af Vestfjörðum. Þarna hinum við fjörðinn utan með fjallið Þorfinnur allbratt í sjó fram, eins og svo mörg Vestfjarðafjöll. Þar utan við Valdþjófsdalur og þar endar byggð í Mosvallahreppi. Framundan blasir við kauptúnið Flateyri. Héðan að sjá sýnist ekki vera möguleiki á mannabyggð þarna úti með firðinum. Allra síst þarna Handafjarðarins, þar sem Hrafnaskálanúpur þvernýttur í sjó fram. Nú en ef við skyggnumst betur þarna út frá, þá kemur kannski annað í ljós. Nú erum við komin út fyrir fjallið Barða, sem útvörður Önundarfjarðar í vestri og höldum inn með fjallinu. Og það sama sagan hér og þegar við horfum út með firðinum áðan. Það sýnist ekki ókunnugum neina líkur til þess að mannabyggð sé að finna hér út frá. En þrátt fyrir sífellda fólksfækkun og eyðingu byggðar á Vestfjarðakjálkana þá þraukar byggð hér ótrúlega. Og skyndilega lykst upp fyrir okkur dalur framundan á milli Sæbrættarfjallanna sem lokar landleið á báða vegu. Þetta sveitin Ingjaldssandur. Upp af sandinum kirkjustaðurinn Sæból og 6 býli munu hafa myndast snemma í dalnum en nú eru 5 bæir í byggð. Dalurinn rúmlega 5 kílómetra langur og undirlendið tæplega kílómetri á breidd. Þarna flugvöllur og fyrir botni dalsins Sandsheiði. Þar liggur vegur yfir til Dýrafjarðar en Ingjaldssandur tilheyrir Mýrarhreppi í Dýrafirði. Sandsheiði rúmlega 530 metrar yfir sjó og því ófær hálft árið. Við erum hér á ferð í apríllok þannig að heiðin enn ófær og sveitin því einangruð á landi. Ingjaldssandur dregur nafn af sandfjörunni sem liggur niður undan dalnum. Og þegar okkur ber að nokkur mannmargt á sandinum, stendur greinilega til að leggja upp í sjóferð. Þarna má sjá ummerki gamlar verbúðir og bræðurnir Guðni Sveinn og Guðmundur Ágústsynir verða fyrir svörum. Já, þetta eina búðin sem eftir hérna þessum eldri? Þessi þarna, já, þetta voru saugur hérna. Svo var þessu breytt hérna vinna. Það þetta tóttabúð, það var hraunsbúð. Gerið þið ennþá út hérna? Gerið út? Já. Nei, það var lítið. Ekkert svona sem að þið? Já, maður fer svona til Sauðburðin. Já. Það aðalega búskapurinn sem að þið heldur ykkur hér? Já, Sauðfjörð. Sauðfjörð, já. Hvað margt fjár hér í dalnum? Já, það getur 1600-1700 á fóðrum. Það svo margt, já. Og hafið þið góðan afrétt fyrir þetta? Það takmarkað. Það takmarkað, já. Þessi kvöldu að fara svo illa með allt maður, þetta sprettur ekkert og... Já. Svo sér það hvernig hérna í kring, ekki til gras. Nei. Svona þetta allt hérna. En svo höfum við hérna aðdal nestal. Já. Vestal. En þetta náttúrulega ákaflega, þið ákaflega innilokaðir hérna? Já, þann flugvöllunum að koma. Ávallanflug, það gjörbreytti þetta. Svo snjóslegarnir. Já. Alveg gjörbreytti svona. En núna flugið að færast í aukana hjá okkur? Já, síðan í haust hefur flogið 2 í viku, áætlunarflug. Já. Og svo hafi oft komið svona bara með farþega, að ekki. Já, já, það alveg sérstaklega líbrir. Já, hjá Örnum. Já, hjá Örnum. Já. Þetta hefur alveg gjörbreytt mannlífi hér sko, fólkin líður bara miklu betur sem fór að fljúga, þetta skapar svo mikið öryggi. Já. Það ég alltaf vona því að komast til og frá. Já. Já. Fáið þið ekki fáið allar eitthvað nauðsynjar með fluginu? Nei, allar þungavörur flytjum á veturnar á haustinu upp á veturnar sko. Já. Já. Og meira að segja túnáburði flytjum hann á haustin. Já, hingað. Já. Kemur hann í veturinn. Hvað eru margir bæir byggðir hérna í Ingjaldssandur? Það eru 5 heimili. 5 heimili? Já. Hvað þetta margt fólk? Já, það sé mikið yfir 20-25 sem á lögheimili hér. Er þetta búið að vera lengi þessi fjöldi sem hefur verið hérna? Nei, það er fækkað. Það er fækkað? Já, það var lengi 50. Þessi þernirku fjöll ráða miklu mannlíf og kjör hér slóðir. Það ætlun að róa með skólabörn sem hafa verið heima í páskafrí á árabáti í veg fyrir vélbát frá Flateyri sem á leið inn fjörðinn. Á þennan hátt verða börnin flutt í skóla fjarri heimahögum.
Já, strax í æsku setja staðhættir og samgöngur óafmáanlegt mark á lífsreynslu og kjör uppvaxandi kynslóðar. Áður fyrir var oft farið með fjöru fyrir Hrafnaskálanúp inn í Valþjófsdal, en það var erfið og hættuleg leið og þessar ferðir hafa lagst niður. Hvarvetna geymir sagan sagnir af slysförum á svona ferðalögum. Eitt sinn fórust 18 manns í einu í ferðalagi milli Valþjófsdals og Hjarðardals. Fólki hérna er líflegt og glaðlegt. Héðan er Jóhannes Kristjánsson sem hefur skemmt víða land með eftirhermum og glensi. Við ræðum við mæður barnanna sem eru þarna á sandinum, Gerður Pétursdóttir. Þú ert aðflutt. Hvaðan kemur þú? Já, frá Ísafirði. Já. Áttirðu eitthvað skilminni hérna eða bara komstu hérna? Nei, ég bara kom hérna. Óvænt. Allt í einu? Allt í einu. Það var rænt bara. Var ég rænt Ísafirði? Já. Og hvernig líkar þér að... Bara nokkuð vel. Já. Það var enn svona. Já. Hvað ertu búin að eiga heima lengi? Já, ætli það sé ekki svona, það er einhver 20 ár. 20 ár? Já. Og þá ertu nú alveg orðinn hagvön? Já, ég fer að vera hagvön núna, sko. Hvað heitir maðurinn? Guðmundur Kristjánsson. Og þeir eru hérna nokkrir ungi menn sem eru ekkert að fara hérna? Nei. Það verður ekki strax. Ertu bróður Jóhannesar? Já. Ég sé þetta. Já. Ert þú tekinn við búi hér eða býrðu með öðrum? Ég býð með föður mínum, Brekku. Já. Ferðu eitthvað annað að vinna eða ertu alltaf hérna, allt árið? Já, ég er svona mestu leiti hérna. Já. Kemur þó fyrir maður fer í vinnu svona veturnar, eða lítið er að gera. Já. Hvert ferðu þá, inn á Ísafjörðu eða eitthvað? Já, svona í þorpin bara hérna í kring. Já. Fiskvinnu þá eða? Já, aðalega það. Já. Farið í. Ert þú nokkuð í eftirhermunum eins og bróður þinn? Nei, ég kendi honum að herma eftir sko og vísa svona hjálpa honum á stað. Já. En ég fór ekkert út í það sjálfur sko. Nei. Eru kannski fleiri eftirhermur hérna í sveitinni heldur en þið hérna bræðurnir? Já, má segja það, já. Það geta eiginlega allir gert það. Hafið þið eitthvað félagslíf hérna, böll eða eitthvað slíkt? Já, svona, það er nú ekki nema á sömrin kannski. Einu sinni tvisvar á sömrin. Já, er þið með eitthvað samkomuhús eða eitthvað danshúsið? Já, það er félagsheimili hérna fram í dalnum. Já. Maður hefur heyrt ingjaldssands fólk í Reykjavík, það heldur vel saman. Kemur það hingað kannski í vestur eða hafið þið eitthvað samband við þetta fólk í Reykjavík sem er hérna? Já, það hefur komið svona á, 10 ára fresti sem það hefur komið hingað. Já. Farið þið á árshátíðirna fyrir sunnan? Já, við höfum gert það. Er það ekki 4 ára árshátíðir? Ég hef heyrt það. Eina bestu árshátíðir í bænum, skils mér. Þetta er stuttur stans, við erum strax komin í loftið aftur, inni við sveitina, í áttina að annarri byggð enn afskekktari, 2 fjörðum sunnar í Arnarfirði. Þar liggur leið okkar fyrst út með firðinum að norðanverðu, út frá eyðibýlinu Stapadal. Þetta er fyrir utan Hrafnseyri og fjölmargir bæir eru komnir í eyði þarna, endur undirlendi lítið eins og sjá má og æ brattara eftir því sem utar dregur. Eins og víðar á Vestfjörðum er hér forn gönguleið, erfið og hættuleg. Engum geti dottið í hug að hér fyrir utan væri mannabyggð og enn síður á nokkur tíman muni komast á vegasamband milli fjarða með strönd fram. Hér erum við komin yfir höfuðbóli Hrafnseyri. Ófærar heiðar liggja 2 vegu að byggðarlaginu Auðkúluhreppi. Uppi af Hrafnseyradal sem við horfum upp eftir er heiðin. Það eru vorleysingar og vegirnir eru ekki glæsilegir í byggð. Yfir Hrafnseyrarheiði verður að fara ef menn eru á leiðinni frá Ísafirði og hingað. Vegurinn er aðeins fær bílum rúmlega hálfa leið upp. Leiðin er ekki hættulaus fremur en aðrar þjóðleiðir á Vestfjörðum. Nafnið á gilinu hér skammt frá Manntapagil segir sína sögu. En hér skiptum við faraskjóta og fáum okkur far í snjóbíl sem Hallgrímur Sveinsson á Hrafnseyri hefur keypt sér upp á eigin spýtur. Lítill og nettur bíll en hefur reynst mjög vel að sögn Hallgríms, tekur 2 farþega auk bílstjóra og í vetur hefur Hallgrímur farið milli 20 og 30 ferðir með fólk yfir heiðina. Heiðin nær upp í 550 metra hæð yfir sjó og í fyrra vor var fönnin alltaf 15 metra djúp eða jafnvel meira. Hún er vel djúp núna að norðanverðu. Þótt mokstur sé í gangi upp á heiðinni má heyra þær raddir hér að það sé ekki vonum fyrr að heiðin sé mokuð og að það sé ekki sá kraftur og verkin sem vorþíðan gefið tilefni til. Það er að minnsta kosti að heyra á Elís Kjaran ítustjóra. Jæja, góðan dag.
Þú mókar? Sæll. Já, blessaður. Já, nema hvað? Já, já. Hvað sagði ekki Páll Ólafsson forðum? Já. Með öllum þínum fjandafans farðu að moka snjóinn. Já. Annað til anskotans eða þá í sjóinn. Ég veit ekki hvort þetta er gert sko, það getur nú vel verið, þeir eru búin að vera innilokaðir þarna í Auðgúlurhreppi í allan vetur eða síðan í desember. Já. Það getur vel verið að Vegagerðin gerir þetta bara svona tillitssemi við á að opna ekki með of miklum hraða, sjáðu. Já. Þeir gætu fengið víðáttubrjálæði eða eitthvað svoleiðis. Þarna í Auðgúlurhreppnum? Já, eða vera allt í einu opið í kvelli. Klifra ég í klof af vana. Kanna leiðina. Ég er að fara upp á hana, elsku heiðina. Góða ferð. Vil á það. Fönnin er svo djúp að það er nánast mokað á 2 hæðum. Annar hérna niðri og hinn svo fyrir ofan. Hér slóði láta með sér dreyma jarðgöng gegnum heiðina eða undir hana og brú yfir Dýrafjörð en hvorugt er í augsýn. Í Auðgúlurhreppi við norðanverðan Arnarfjörð er búið á 8 stöðum en íbúarnir eru aðeins 35. Þetta er eitt einangrasta byggðarlag á landinu og einbúar á 4 bæjum. Hallgrímur Sveinsson oddviti á þessi byggð framtíð fyrir sér. Já, það er nú alltaf erfitt að spá framtíðina. Já. En það má svo sem alveg búast við því að þetta dragist verulega saman í framtíðinni. Er á þessi hreppur þá nokkra tilveru von sem eining? Verður hann ekki að sameinast einhver öðru sveitarfélagi? Já, það má alveg búast við því, svona í framtíðinni, en menn eru dálítið tregir í sambandi við þessi sameiningamáli eins og er. Já. Það er það nú, frekar í strjálbýluhreppunum, frekar tregir. Já. Heyrist mér. Er hætt á því að fæðingarstað Jóns Sigurðssonar verði eyðibýli ekkert tímann? Nei, ég held að það sé nú ekki hætt á því. Og náttúrulega Mjólkárvirkjun, hún verður náttúrulega við lýði alltaf, eins og við vitum. Já, hún hefur kannski verið viss lyftistöng fyrir það að þessi byggð hefur þó haldist að einhverjum leyti? Já, það má segja það að það er svona fastur punktur í tilverunni þarna. Alveg eins og við tökum dæmi, svo að þú skiljar það kannski betur að héraðsskólarnir hérna á Vestfjörðum, að þeir eru ekki síður fastur punktur fyrir sveitirnar í kring, eins og Núpur og Reykjanes. Já. Því að það myndi mikið breytast ef að þeir yrðu lagðir niður, sem sumir hafa nú látið sér dett í hug. Að leggja þessa héraðsskóla niður, en þá er ansi hætt við því að það fari margt fleira með. Svo þeir gegna miklu stærra hlutverki heldur en menningarstofnanir? Já, það myndi ég segja. Áður en við reynum að komast út í einangruðu ystu bæina í Auðgúlurhreppi er ekið hjá Hrafnseyri. Fjallið fyrir ofan bæinn heitir Ánarmúli. Sagan segir að þar uppi sé landnámsmaðurinn Án Rauðfeldur Heygður og hún segir líka að hann hafi farið í Vesturvíking og gengið að eiga írska Jarlsdóttur sem Grelöð hét. Raunar dregur Þórhallur Vilmundarson það í efa, skýrir nafni út frá ánni sem fellur þarna hjá og hefur jafnvel spillt þar byggð 100 árum eftir landnám með vatnavöxtum grenji og löðri. En hvað sem til líður sýna fornleifarannsóknir að á undan byggðinni þarna upp á brekkunni hefur verið byggð niður á eyrinni á 10. öld sem heita Grelutóttir. Og hérna er nú eiginlega stéttin hennar Grelaðar. En Grelöð var fyrsta húsfreyja hér á staðnum. Og þessi tótt hérna, hún heitir Grelutótt, eða Grelutóttir. Það var nú fyrir nokkrum árum, þá voru elstu menn búin að gleyma því hvar þessar tóttir voru eiginlega hérna á eyrinni. Svo við tókum okkur til, ég og Ágúst Böðvarsson, sonur séra Böðvars, sem að hér var prestur í 40 ár, og Gunnar, sonur Ágústar, og fórum og reyndum að staðsetja þetta. Tókum með okkur skóflu svona renni og ég stakk þarna einni skóflu stungun í svörðin og þá komum við beint niður á langeldin. Hann er hérna fyrir hérna. Þetta er fyrst inngangurinn hérna. Þetta er inngangurinn. Og hér verður að fara varlega, hér eru 2 kríak. Já, það er vissara, það er mikið kríuverp hérna hjá henni Grelöðu. Já. Og þá komum við hér inn í skálan. Þetta er skálinn. Og hér er inngangurinn í hans sem sagt. Hvað, hér er eitthvað? Hérna hafa verið sáir, hérna hefur hún haft súrmat. Hérna eru tvö för eftir Keröld. Og reyndar eitt þarna í hinum horninu. Svo liggur veggurinn hér. Já. Þetta er myndarlegur skáli. Þetta, já, telst nokkuð myndarlegur, þó ekki eins og þeir hafa verið grafnir upp stærstir, eins og stöng og víðar. En hérna stakk niður skóflunni, já? Hérna stakk ég niður skóflunni, já, og komum beint niður á langeldin.
hérna í miðjum skálanum. Já, já. Það má alveg sjá. Svo er hérna Já. eitthvað útskot úr þessu. Já, þetta hélduðu nú fornleifafræðingarnir sem að grófu þetta upp að hefði nú verið svona seinni viðbót jafnvel, svona hjónaskálið eitthvað slíkt. Nú hérna meðfram eru setin sem kölluð voru, hérna sváfu menn á þessum setum Já. að talið er En og síðan... sátu við langeldinn. Hér, já. En svo ertu hérna með enn eitt mannvirkið. Já, þetta er nú eiginlega dálítið merkilegt. Þetta töldu þeir að væri baðhús, gufubað. Já. Og hérna eru leifar af ofninum. Þarna hefur verið kveiktur eldur og skvett vatni á steinana og þannig hefur gufan myndast og orðið gufubað. Já, hérna er þetta stærra. Já, hér er aftur betra lag á þessum ofni. Hérna sérðu greinilega hvernig hann hefur verið útbúinn. Já. Hérna hafa þeir kveikt eld undir og svo þegar hann hefur logað þá hafa þeir skvett vatni á steinana og svoleiðis hefur orðið myndast gufan. Þeir hafa verið hreinlátir. Já, þeir voru það víst, horfiður okkar. En þessi landnámskona, þetta hefur verið þrumu kona. Já, hún greiluð? Já. Já, það er engin vafi á því. Og það er nú, eiginlega sagan segir það að hún hafi, og þau hjónin að þau hafi fyrst sett sig niður í Dufansdal, hérna í Suðurfjörðunum, inn á Arnarfirði og þar þótti henni illa ilma úr jörðu. Svoleiðis að þau fluttu svo hingað yfir að Eyri og hérna þótti henni hunangsilmur úr jörðu og hérna settust þau að. Og hér er í þjóðleiðin, Hallgrímur, alveg við túngarðin hjá þér. Já, já, það ber ekki öðru. Og flugvöllurinn hérna við hliðin á veginum. Já, já. Og svo sjórinn hérna alveg á kambinum. Og síðan hefur við hérna hvað, bara naust. Já, hér er naust Hrafns Sveinbjarnarsonar. Það er hérna við veginn. Við vorum áðan í grelu tóftum. En svo þegar komið var fram á 12. öld, þá var það Hrafn Sveinbjarnarson sem kemur til sögunar. Hann er sagður hafa átt hafskip í förum og sagan segir það, saga Hrafns, að hann fór allmargar utanferðir. Já. Og þetta naust, það er 22 metrar á lengd. Þannig að þetta hefur verið þó nokkur knörr sem hann hefur haft hér í sínu nausti. Nú í framhald af því er gaman að segja frá því að hérna, hann hafði 2 skip í förum hér, annað á Arnarfirði og hitt á Breiðafirði og flutti hvern yfir sem fara vildi. Og þetta er eiginlega betri samgöngur, má segja, heldur en eru nú til dags. Hann var svona nokkurs konar umferðar postuli hér. Svo að samgöngunar hafa alltaf verið stórt orð hér á Vestfjörðum. Já, samgöngunar eru málaflokkur númer 1. Ef eitthvað á að gera hér, það er upphaf og endir alls hér á Vestfjörðum. Nú er ætlunin að fara út í Lokinhamradal. Þar fáum við einmitt að kynnast vestfirskum samgöngum að vetrarlagi og þótt að sér reyndar komið vor. Hér réttur innan endar vegaslóði sem að liggur út eftir 17 km út frá Hrafnseyri og við tekur illfæri gönguleið. Þar verður að fara fjöru og forvaða, erfiða leið enda ganga menn þessa leið ekki nú nema erindi sé mjög brýnt. Það eru 5 km sem vantar upp á að þarna sé hægt að fara á ökutæki. Í Lokinhamradal þarna fyrir utan búa 2 einbúar enn, hvor á sínum bænum, Lokinhömrum og Hrafnabjörgum. Út í Selárdal sem er hinum megin við fjörðinn, þar sem er Gísli og Uppsölum á heima, þangað leikur bílvegur og þar er flugvöllur. Og þangað er því fært nú, bæði á landi, lofti og á sjó, en öðru máli gegnum Lokinhamradal. Nú blasir við Túnskiki fyrir ofan svonefnda Grísavík sem er í landi Hrafnabjarga og nú kemur bærinn í ljós. Við hagstæðar aðstæður og léttri duglegri flugvél mætti kannski finna hér lendingu en það höfum við ekki fundið þegar hér er komið sögu. Hér býr Sigríður Ragnarsdóttir og er ein heimilisföst. Hinum megin við ána er bærinn Lokinhamrar, þar býr Sigurjón Jónasson og er einn skráður til heimilis. Vegaslóði liggur milli bæjanna og síðan út með ströndinni allt norður til Dýrafjarðar en hann er ófær af völdum snjóa og skriðurhruns.
Eina leiðin þarna út eftir því bersýnilega sjóleiðin. Og hana ætlum við að fara. Þessi leið ófær sem við sjáum hér framundan þótt vegarslóði sé. Og að lokum horfum við upp Lokinhamradalinn þar sem þessar tvær manneskjur búa hvor á sínum bænum. Nú en morgunin eftir farið í bítið með rækjubátnum Þresti frá Bíldudal, meðferð þessi léttabátur frá Hrafnseyri til þess að fara í land, en það hafnleysa undan Lokinhamradal. Fyrrum reisuleg bæjarhús á eyðibýlunum stara opnum gluggatóftum út á fjörðinn. Þetta Stapadalur, ystur í röð eyðibýla allmargra sem eru fyrir utan Hrafnseyri. Skipstjóri á bátnum Otto Valdimarsson. Þegar komið út eftir þá hefur hvesst, það ýfur á báru, það virðist sog og brim við landið og ekki talið ráðlegt að reyna landtöku með dýr upptökutæki. Léttabáturinn því tekinn inn enda orðinn hálffullur af sjó. Þar með komumst við ekki þennan daginn út í Lokinhamradal og ekki manna að gera en að byrja rækjuveiðarnar og þó fyrr hefði verið. Fram til þessa hefur vertíðin verið eindæma léleg. Aflinn sá minnst í 15 ár, segir Otto. En nokkur vonum að aflið glæðist? Það hefur komið fyrir áður að dottinu veiði. 1 ár? Nei, 3 ár í röð, það er aflaleysi. Já. Svo hefur hann blossað upp bara á einum degi, allt í einu var lok veiði. Já. Nú, Otto hefur leyft dóttur sinni Elíu Hróðný að koma með í þessa ferð. Já, börnin hérna fyrir vestan kynnast fljótt náttúrunni og lífinu til lands og sjávar. Aflabröðin svo sem ekkert betri í dag en venjulega, jafnvel lélegri. Þeir eru 2 saman á bátnum, Otto og Smári Jóhannsson. Rækjuveiðin mjög snar þáttur í atvinnulífinu á Bíldudal. Og þá var að tína úr rækjunni. Nú við verðum bara að reyna aftur í fyrramálið að komast út eftir og fáum þá bát frá Mjólkárvirkjun með manni. Guðmundur Hagalín heitir hann, snaggarlegur og hress. Nú lag til landtöku á pollinu fyrir utan Lokinhamra þar sem Sigurjón bóndi tekur á móti okkur. Yfir bæina 2 í dalnum gnæfir fjallið Skeggi. Hvasst klettahornið setur mikilúðlegan svip á umhverfið. Áður var búið hér á mörgum bílum og raunar skiptu íbúar Auðkúluhrepps á hundruðum, en smásaman hefur fólkinu fækkað og Sigurjón hefur búið einn á Lokinhamrum í 6 ár. Mestanpart ársins án vegasambands, hér ekkert rafmagn og ekkert sjómar. Hinum megin við fjörðinn Gísli og Uppsölum þó bæði með rafmagn og vegasamband núna, þegar hvorugt hér. Lengra nær þó samlíkingin við Gísla ekki, því að Sigurjón með á 300 fjár, hænsni, hesta og kú og einhver snjallasti og gleggsti fjárbóndi hér slóðir. Hann hefur fengið margoft fyrstu verðlaun fyrir hrúta sína á sýningu. Já, ég hef farið með hrúta á sýningar. Já. Og þeir hafa unnið fyrstu verðlaun jafnvel? Já, ég hef nú sjaldan farið með hrúta sem ekki hafa fengið fyrstu verðlaun. Já, þú ferð bara ekki annars? Já, ég hef ekki átt svoleiðis hrúta. Svo þetta gott Sauðurland? Já, það nokkuð sæmilegt. Þér leiðist ekkert hérna? Svo spyr ég nú bara eins og krakkana. Nei, mér hefur nú ekkert leiðist. Ég hef gaman af skepnunum og hérna, það nú það sem heldur í maður hérna. Já, og þetta eru... Rjáls hér og út af fyrir sig alveg og ekki svoleiðis fyrir neinum, sko. Nei, það má nú kannski segja það. Þú ert kóngur í þínu ríki hérna. Já. Ég veit ekki hvað ég að segja það. Já. En verður þá ekki að byrgja því að hans vel upp á haustin? Jú, ég verð að gera það, sko. Ég næ öll að mér á haustin, sko. Jú. Manna er ekki að ræða, sko. En þú fær nú kannski komið aldrei varðskip hérna? Jú, þau hafa komið hérna og verið okkur feikilega hjálplega. Jú. Og alveg sérstaklega lipur alltaf, þegar beðið hefur verið, þá er alltaf komið og aðstæðamann. Já. Hefur þurft eitthvað aðstoð í vetur? Já, ég þurfti þess nú. Eitthvað í sambandi við féð? Já, það voru 2 lömb sem heimtust þarna út í Sjálfum og
þau komast nú að einhverju leyti í Moggann. Jú. Þau eru nú hérna inn í fjósinu, það er nú kannski að sýna ykkur þau. Já, endilega var að skoða fyrir En ég var í vandræðum sko, ég var nú ekki neinn og hlíðin var ófær og allra síst til að fara að reka lömb, það var ekki nokkur leið. Já. Svo ég sá nú ekki aðra leið en það var ekki, stóð heldur ekkert á því að það var fljótt. Já. Þau eru alveg sérstaklega liðlegir. Ertu með einhverja vikamenn svona á samlinn? Ég hef verið með unglinga. Já. Aðalega drengi sko, það þorir nú enginn að láta koma kvennunglinga hingað. Þú eru þá að vinna all störf hér sjálfur, þú eru að mjólka kúna og elda matinn og allt? Já, það er nú ekki mikið vandamál að mjólka eina kú. Það er nú kannski ekki alltaf þótt sjálfsagt að bóndinn verður að mjólka kú? Nei, það ekki var það hér í gamla daga. Þegar ég lærði að mjólka til dæmis. Já. Þá þótti það nú heldur kvenmannsverk heldur en hitt. Já. Mátturðu bara nokkuð læra það? Njá, það var gert grín að mér og ég sagði að ég veri bara að vinna kvenmannsverk og ég veri sterk og svona nokkuð. Ég var að seilast í kvíarennar og mjólka þær. En þetta verður að gera allt saman núna? Já. En það verður sennilega aldrei lagt yngar rafmagn, heldurðu það? Ekki reikna ég nú með því. En þú saknar þess ekkert að ertu ekki rafmagnslaus á þeir bæði hérna? Jú, það er náttúrulega mikil þægindi þegar það er, en aftur hefði ég nú frekar viljað að vegurinn hefði komist í það form að það væri hægt að koma vörubílum eftir honum því að það er náttúrulega alveg mesta þægindi sem við fengjum. Er það eitthvað í þessum fjöllum eða í þessu umhverfi sem er svona ólýsanlegt? Maður er að reyna að ímynda sér þetta oft og maður getur svona að ímynda sér þetta með einhvern kæran blett sem maður á sjálfur. Er það eitthvað svoleiðis sem er stór partur af þinni tilveru hér? Já, það er nú náttúrulega bæði kannski það. Maður er fæddur hér og uppalinn og manni finnst fallegt hér og unnur sér vel og svo held ég að sé nú aðalega skepnunar sko. Maður hefur svo gaman haft þeim eða hefur haft það og maður hefur ekki getað eiginlega hugsað sér annars starf. Annars hafði ég nú hér á yngri árum mínum mikla löngu til að læra á hljóðfæri. Já. Því ég var svolítið, þó ég hæli mér nú kannski sjálfur, að það var ég dálítið músikalskur svona og hafði mikinn áhuga fyrir því. Já. Og ef ég hefði farið hérna þá hugsa ég hefði farið út í svoleiðslega, eitthvað, að einhverju leyti. Þá værirðu að fara á symfóníutónleika í kvöld að spila hérna? Já, jafnvel það, ég hef bara gaman að því á milli. Já, Sigurjón fer stundum á dansleiki og dansar eins og herforingi. En féð er fallegt hjá honum en það er erfitt að koma því frá sér í sláturhús á haustin. Samgöngunar eru svo strjálar á veturna að jólapósturinn kemur oft í febrúar. Í illviðrakaflanum í fyrra vetur að þá var síma sambandslaust hingað út eftir í 3 vikur og gersamlega sambandslaust við umheiminn. Það er engin einmana með svona vini, hver sauðkind er persóna og vinur. Margir unglingar sem voru hér í sveit komu árum saman og einn þeirra, Sölvi Sólbergsson, gekk hingað með jólaleitið í vetur yfir fjallið úr Haukadal í Dýrafirði til þess að heilsa upp á Sigurjón. Þá fundust lömbin 2 sem varðskismenn hjálpuðu til að koma til síns heima. En nú kveðjum við Sigurjón Jónasson og förum yfir ána til Hrafnabjarga. Sigríður bóndi á Hrafnabjörgum áreindar stóran hluta af Lokinhamralandi og er þar með fé á einu af bílunum sem þar voru. Hún bjó þarna áður Lokinhamramegin en Guðmundur bróðir hennar að Hrafnabjörgum. Sigríður misti bæði bróður sinn og einkadóttur Hallveigu og hefur búið ein að Hrafnabjörgum síðan síðustu 2 árin. Hún er að fara að gefa kunni og setja inn féð þegar okkur ber að. Það er ágætt að draga bara þegar snjór er, það er náttúrulega ekki eins. Jæja, kussa mín, það verður nú vanur að vera nýborinn, heldur en að það vera engin leið. Já, það var ekki að fylgja með. Já, það komst eitthvað rugl á kynferðismáli hjá kunni svo að hún ber á öðrum tíma en ætlað var.
leggjast ykkur að þið koma svona nálægt. Eru ég þarf að fá fleira? Já, Færið upp bara aftur að baka aðeins. Björt er hún í framann, hátt er önnað eirað hlór. Ekki svart eða gaman. Ég hef ekki búin að gera marga botna við þetta. Drengurinn heitir Albert Eggertsson úr Kópavogi. Hann var hér í fyrra sumar, flýtti sér til að taka prófin í skólanum snemma í vor til þess að komast hingað sem fyrst þótt að kostaði hjálp varðskipmanna. Já, dalurinn dregur. Einbúarnir á bæjunum tveimur í þessum afskiptadal verða báðir að vinna öll störf að undanteknu því sem vinnuhjú gera að sumrinu til. Sigríður ber gestum kaffi og sama gerði Sigurjón handan við ána. Má bjóða út kaffi? Annar hundurinn heitir Platon og flytur mjólkudalli sinn til eftir því sem honum er skipað. Platti, komdu. Færðu fram með bakkaðinn. Færðu fram með hann. En leit ekki illa út með búskapinn óþurrkasumarið í fyrra. Það var orðið dálítið skuggalegt útlitið í fyrra. Já. Ég held að það sé versta sumar sem svei mér þá. Sem þú maður eftir bara? Maður var komið með einhvað hey í hlöðu fyrir september. Öll önnur ár sem ég hef lifað, það er ábyggilega hlutur. Og veturinn í fyrra var hann ekki líka, vorið og veturinn var hann ekki líka? Ég hef aldrei lifað annan eins vetur og í fyrra vetur. Aldrei séð svona snjó hér. Yfirleitt er svona, er frekar snjóleitt hérna. Já. En það er þá ekki hvarfla að þér að gefast upp þegar svona illa áraði í fyrra? Nei, það hvarflaði nú held ég ekkert að mér þá. Nei. Ekki nema að þetta hefði farið svona með hegin að maður hefði ekki náð neinum heiskap þá hefði náttúrulega. En þú svona hefur ekkert hugsað út í það að flytja þig á möluna eins og svo margir aðrir? Ég get nú bara ekki hugsað, ég forðast að hugsa það. Já. Til dæmis að fara að vinna í frystihúsi. Það get ég nú ekki látið mér detta í hug. Nei. Þetta er allt annað líf að vera hér Já. drottning í þínu ríki. Já, það er það. En það er aldrei kalt hérna að vinna? Vönkuldan? Jú, blessaðu vertu þetta. Þetta er sjálfst ekki álítið mannabústaður lengur. Þetta er nú nokkur reisulegt hús og hefur verið myndarlegt hús á sínum tíma. Já. Það lítur nú ekki svo illa út. Ég ætlaði nú að mála það í fyrra sumar, en það viðraði nú ekki svo að það þurfti að vera það við að fara að mála úti. Hefur þú alltaf haft mikla ánægju af búskap af fé og... Já, ég var strax skrattið sem þessu hrifin af kindum og svona. Já. Það er kannski þá það sem heldur ykkur hér fyrst og fremst hér í... Það getur verið, sko. Það er mjög líklegt. Svo er maður orðið mosavaxin líka. Gaman að flytja sig sedd. Þú hefur aldrei svona einhver áhugamál sem hafa togað þig eitthvað í burtu? Hefur þú kannski eitthvað svona áhugamál sem þú sinnir utan við búskapinn? Nei, ég ætli það. Hlusta bara út af og fylgist með svona? Já. Þannig var að minka sem ég les. Já. Það vil sætja maður svo svefn á kvöldin. Já. Já, það var því seinni árin að maður er svo segjar, þegar maður kemur frá verkum og að það verður oft lítið úr lestri. Já. En þú ert í hreppsnefndir ekki? Jú, heldur hef ekki þrælað mér inn í hreppsnefndin að það er svo fátt fólkið. Já. Þannig að já, það var leggur hitti fyrra. Já. Ég er nú búin að gleyma þér enda hvort það var þá, ég held það. Ég verði að stjalla strax á hreppsnefndafundið, ég var aldursforseti. Svo þetta kjósa oddvita með sama. Nú, hvað er þetta? Já. Ég heyrði eitthvað rætt um það að það yrði kannski haldið hreppsnefndafundur hér inn frá? Hér út frá? Já, það er til. Sýslumaðurinn vill víst fá reikningarna svo. Já. Og þú kennst ekki að fund eins og það verður að halda þetta hérna? Ég get ekki séð það. Nei. Að maður geti komist frá. Nei, frá fénum. Nei, þetta er það mikil verk og ef það nú að fara að smala því líka. Já, ertu búin að þá yrði þið ekkert fyrir netti sko Rauðbrún. Já. Það maður er laus við fé svona. Já, segjum 12. júní, þegar síðasta kynnið var úr húsi. Já. Það var síðustu ár, voru síðustu tvílembunnar út 12. júní. Það er ekki oft hvassu veður hérna af þessum hvassbrýnda skeggja hérna fyrir ofan? Jú, norðaustan veðurinn. Sá var munurinn sem fyrir utan ána.
þar jafnviðrið. Já. Munurinn, þú getur séð muninn á því. Þar stendur dráttarvélin með vagn aftan í áveðra, bak við húsin. Já. Svo mynda skjólgarður af snjó, bara. En hérna verð ég að hafa vagnan í skjóli og bundin meira að segja. Þið þurfa að fókið hérna vagnarnir svo. Er það gert það, já? Já, fókirni hétti fyrir. Já. Besti vagnin. Heiðurlegst. Hann var nú sáttan og heitt í skjóli og búinn að standa þarna við löðinu frá í skjóli. Já, hann fór í sjóinn, það lamin á hana hérna einhvers staðar, fyrir utan á hana. Rak upp aftur og Tili fór úr húsinu, þetta rosa veður og það nú sem að ég svolítið hrædd við. Ég búinn að vera svo veðurrædd því ég var krakki. Kom eitthvað fyrir þá að þér? Það fræga veður 36 þegar skipið, þarna franska rannsóknarskipið. Óskaplegt veður var það. Þá held ég að bara reynilega sesti það í mér eitthvað svona óskapleg veðurhræðsla. Mér fyrir að líða svo illa þegar hann fyrir að hversa. Er það ekki svolítið fjarlægt fyrir þér svona þessar hræringar sem hafa verið hjá kvenþjóðinni síðustu árin svona? Breytir það nokkru þínu lífi hér? Hvort að konur eru að brjótast til jafnréttis og bylta svolítið hugmyndum? Nei, allir það. Mér finnst ég nú alveg standa jafnréttis. Við kallmenn búa svona. Er það ekki? Jafnfætis, ætti ég kannski að segja. Já, það skil ég ekki. Ekki. Og ég fæ alveg mikið verð fyrir mínar afurðir og þeir. Það munar engu svo. Ég ekkert svo lesa. Er þetta ekki eiginlega kannski eini staður á landinu sem að tvær manneskjur standa alveg nákvæmlega jafnréttar hérna sitt hvorum megin við ána eins og þið gerir? Þið eru nákvæmlega sömu sporum, þú og Sigurjón? Það getur meira vel verið. Það getur meira vel verið, ég veit það ekki. Vinni bæði öll störf og ekki? Já, bæði út og inn, allt sem þarf? Já. Sigríður hefur hátt á 300 fjár og hvaðst ekki hafa getað fengið sér til þess að fækka fénu sem neinu nam þegar að bróðir hennar féll frá því að fé hans hefði verið svo ungt. Enn síður hvaðst hún fást til að farga folöldum, betra væri að hryssurnar hennar fyljuðust ekki. Tilveran hennar greinilega dýrmætari með lifandi húsdýrum en dauðum fiski. Og nú ekki lengur bátar í Bátavík, einangrun á landi ekki lengur alger á sumrin, þar kemur til sögunar Elís Kjaran. Við hittum Elís hér áðan upp á Hrafnseyrarheiðinni að moka snjó. Fjöllin vestur af heiðinni skera sig nokkuð úr öðrum Vestfjarðafjöllum vegna þess hve tindótt og skörðótt þau eru. Þau eru stundum kölluð vestfirsku Alparnir. Þetta svonefnt Göngudalshorn. Það sést í fjarska niður í Stapadal í Arnarfirði. Elís lét sig dreyma að koma á vegasambandi með ströndinni milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar þarna út frá. Auk vegarinn sem liggur hér yfir heiðina á milli fjarðanna. Og þegar við komum til sögunar syðri endi vegarslóðans hans við Lokinhamra. Þetta eru Hrafnabjörg. Hér liggur vegur yfir að Lokinhamrum, yfir brú eða vegarslóði og slóðin heldur áfram undir fjallinu Skildi. Elís hóf þessa vegagerð sína árið 1972 og vann að þessu í hjáverkum. Hann byrjaði hinum megin við fjöllin, Dýrafjarðarmegin, og fyrsti áfanginn var að Vitanum í Svalvogum, sem eru 9 kílómetrar fyrir norðan Lokinhamra. Þar var bú þegar Elís lagði þangað veginn, en nú sér Elías Þórarinsson á Sveinseyri í Dýrafirði vörsluna. Vegurinn þræðir fjölbreytt landslag, brattar skriður, hamra og milli stórra kletta í Stórgríti, eins og hér við Svalvoga Vitan sem framundan. Víða þessi vegur krókóttur, en hann sléttur, segir Elís. Og hann lagður utan kerfisins, kannski utan garðs í þeim skilningi að hann hafa engir verkfræðingar eða aðrir skipaðir menn fjallað. Þetta fast að 20 km langur vegarslóði sem verk eins manns á lítilli ýtu. Þótt vegastæðið sé víða erfitt og hrikalegt við Arnarfjörð helsta torfæran þá Dýrafjarðarmegin hér framundan. Og við sjáum þessa torfæru þegar komið aðeins norður og austur fyrir Svalvoga. Það Hjallafjall sem við sjáum. Vegurinn eins og strik sem hefur verið rispað þarna í þverbratt hamrastál í Ófæruvík svonefndri, neðst í fjallinu. Þetta svo bratt og aðkreft að það illt að komast að til myndatöku, jafnvel úr lofti. Hamrastálið þvernhíft bæði ofan og neðan við veginn, en hann skorinn eða sargaðurinn í stálið og krókóttur að sjálfsögðu. Víkin snýr mót norðri svo að það skuggsýnt inn í henni og skín ekki sól nema hásumar, kvölds og morgna.
Þessi vegur á sér enga hliðstæðu hér á landi hvort sem litið er á tilurðans eða tilvist og þetta er bílfært á sumrin. Elís er á leiðinni út eftir hingað á litlu ítun sinni að opna veginn og hreinsa hann úr snjó og grjótrun eftir veturinn. Við eigum eftir að hitta hann þar sem vegurinn liggur inni í hamravegnum þarna framundan. Jú, Elís er einmitt að hreinsa hrikalegasta kaflann. Hann segir að Svalvogavegur hafi kostað 500.000 króna fyrir 11 árum þegar verðlag var ekki langt frá því sem það er nú. Og Elís er stoltur af þessari lágu upphæð og bendir á að áætlanir að gera veg í fjörunni, sem Vegagerðin hafi gert ráð fyrir margfalt meiri kostnaði bara við að sprengja fyrir nefið þarna, ófæruna sem er þarna. Hugmynd Elís Vegagerðina hafi menn talið fáránlega, segir hann. Sjálfum hafi honum eiginlega ekki dottið þetta í hug, heldur bara hreinlega gert það. Teygt veginn áfram frá vegarendanum sem hann hreinsaði fram á hverju voru. Hamrabergið frá fjöru og upp á brún er 400 metra hátt. Vegurinn var mjórri í fyrstu og er orðinn breiðari núna ef að hægt er að nota það orð breiður svona veg. Hann segist hafa verið 80 vinnustundir að gera þennan kafla hér yfir ófæru víkinni. Einhvern tíðan þegar ég var lítill strákur þá las ég ævintýrabók sem var með svona einstigi en ég hélt þetta væri ekki til. En þetta er til hérna. Þegar maður horfir hérna þráðbeint upp að þá slútir veggurinn hérna nánast yfir hornið á bílnum. Það er rétt hægt að smoka sig hérna frá hjá að innanverðunni. Og svo hér á utanverðunni þá er það nú ekki glæsilegra. Það er svona rétt hægt að... Já, það er ekki fyrir loftrædda að fara hér frá hjá. Þetta er svona, sitt hvorum megin. Alveg makalus. Þú var aldrei nokkuð tíma sem þetta stóð tæft að þú varst að eiginlega gefast upp á þessu. Hvar er það akkúrat hérna sem við stöndum sem þetta var einn erfiðast? Já, allir það ekki. Allir það ekki verið hérna sem var hæðsti, hvað ég maður segja, skriðurhryggurinn. Já. Það var svona nærið því lóðrétt hérna niður. Já. Þar sem við stöndum. Nú auðvitað þurfti ég að klifra á vélinni þarna, byrja þarna efst uppi. Já. Og jú, það kom nú fyrir að maður svitna í lóum svona. Já. Það. Stoppaði og kveikti sér í pípu. Já, hann er aldrei farið að staðið að vera reitt svona alveg á fremstu nöfum eða detta hérna niður. Það kom einstakar sinnum fyrir að maður lofaði sjálfur sig, sko, að maður slippi nú aftur og fara þá ekki á stað aftur. Já. Það var ótal mörg ævintýri sem gerðist á meðan maður. Hvað er það? Fyrst kom einn þingmaður. Já. Á ég nefna nokkur nöfn? Nei. Þú mátt það? Nei, ég nefna engin nöfn. Þeir þekkja sjálfur það sem þið sögðu, sko. Já. Þá var ég komin út af Svalvogum. Já. Og þar er hraun sem er helvíti erfitt. Jú. Og ég segi nú að það sé erfiðar en klettarnir. Já. Hraunið. Já. Þar var ekkert efni að sjá nema bara klettur við klett. Já. Og þarna liggur vegur í gegn sem þú getur skoðað. Jú. Hann er eins og malbyggaður. Já. Þó hann sé bæði mjór og hlykkjóttur þá stendur það fyrir sínu. Já. Nú, ég var kominn á öxlina fyrir ofan Svalvogabæinn. Já. Þá kom þingmaður, hár og hæðabreiður og spjallaði við mig. Og honum fannst þetta heilt afrek. Ég samþykti það auðvitað. Nú, þá var ég búinn að reisa svona upp steina hér og þar í áttina heima Svalvogum, þar sem ég ætlaði að fara. Og þegar hann var búinn að spekula í því sem var búið að gera, þá sneri hann sér að mér og sagði, heyrðu Elís, hvar ætlarðu með veginn hérna út yfir þetta sem er framundan? Og ég sló bara svona út hendinu og sagði, ég ætla að fara þarna, sjá sér steinana. Ég var þá að gera við vélina og hélt áfram. Ég sá út undan mér svona, hann leiti yfir hraunið. Og svo leita hann á mig svona til þess að athuga hvort ég væri að spauga með hann eða hvort ég væri kannski með öllum jalla. Já. Nú, vegurinn er kominn. Svo kom annar þingmaður. Já. Þeir höfðu mikinn áhuga fyrir þessu. Já. Og hann bað mig nú að keyra sig út í Svalvoga, þá var vegurinn komin alla leið. Og ég gerði það. Og hann trúði mér fyrir því að Svalvogavegur
hann hefði verið alla tíð sitt óskabarn síðan hann byrjaði hér sem þingmaður. Og nú þegar hann sæi að væri komin svona vísir að vegi, þá skyldi hann gera allt sem hann gæti fyrir þennan veg. En lifandis ósköp held ég að þessi þingmaður sé getulaus. Ég segi ekki meira, því ég hef ekki orðið var við að hann hefði gert neins stórvirki hérna. Ég beið tilbúin að taka á móti einhverju. Já. Heyrðu, ég má til með að segja frá þriðja þingmanninu sem var nú ráðherra líka. Já. Hann var, skal ég segja þér, hér á ferðinu og var að vígja hérna heilmikið hús á Þingeyri, svona, já, ríkisstofnun. Já. Hann fór út í Svalvoga og það var nú ekki ég sem keyrði hann, það var einhver annar. En hann var svo hrifinn af veginum að ég skal ekki segja, ég held hann hafi tæplega haldið vatni. Já. En sleppum því. Hann skráði í gestabókinni í Svalvogum að vegurinn væri kraftaverk. Svo þegar hann vígði húsið á Þingeyri þá lét hann þess getið þar í ræðu að þetta væri afrek og já, sá sem hefði unnið þetta, hann taldi að hann ætti eins mikinn rétt á fálkaorðu eins og hver annar. Já, ekki það. Þú voru ekki fengið hana, eða þá? Nei, enda ég hefði ekki kært með það, en ef hann hefði getað útvegað mér andvirði hennar þá hefði ég gjarnan lagt það hérna í veginn, sko. Já. Jæja, þá ökum við tilbaka inn í Dýrafjörð með Sigurði Gunnarsinni, þennan veg sem á enga hliðstæðu hér á landi. En Elís heldur áfram að opna veginn í Svalvoga og áfram allt í Lokinhamra og Hrafnabjörg. Vegurinn kominn svona langt en þó skortir, þegar hér komin sögu, enn 5 kílómetra á að loka hringveginum Dýrafjörð og Arnarfjörð með því að gera bílfært milli Stapadals og Hrafnabjarga. Og viti menn ekki löngu síðar Elís komin að fulla ferð í Bjargarhlíð inn af Hrafnabjörgum. Hann svo Skúli á sörlaforðum, sinnir hvergi gjótum, hvergi grjóti, leggur veginu þverbrættar skriður og sneiðinga. Sumstaðar eru beygjurnar krappar og slóðin liggur tætt. Sigríður á Hrafnabjörgum leggur fram 50.000 krónur, Auðkúlur hreppur 30.000, Elís leggur fram 80.000 og verklagni sína og dirsku. Og hennar gerir hann þetta utan kerfisins, utan með vegamála yfirvöld, náttúruverndarráð, fjárlög og hvað hann heitir allt sem á þetta sjá og ákveða. En úr sögunni gamla gönguleiðin svonefnda hillu þar sem járnhandrið í klettinum svo hægt sé að fikra sig áfram. Við erum á förum en rennum yfir nýja veginn frá Stapadal út að Hrafnabjörgum í kveðjuskyni. Þetta hálfrar stundar akstur. Vegurinn liggur fjölbreytt landslag. Hér framundan liggur hann í gegnum mjótt og djúpt skarð í svonefndum stapa, þarna skarðið nefnist Stapasund. En vestar slóðin undir Skútabjörgum svonefndum sem hreinlega slúta fram yfir veginn. En nú ætti að vera auðveldar að kveðja saman hreppsnefndina sumarlagi en áður, vegir liggja til beggja átta og kannski stutt í það að flugvél tylli sig niður út frá. Og nú hægt að fara yfir messu á 17. júní á Hrafnseyri. Eitt sinn fyrr á tíð hrasaði prestur hér á ferð og týndi tösku sinni sem í var kirkjubókin. En það verður seint hættulaust að fara hér fremur en aðra vegi á Vestfjörðum. En meðan þessi landshlutir byggður verða samgöngur þar sjálfsagt upphaf og endir alls.